eins og tilfinningar til dæmis, það bara það mikið sem að gengur á í hausnum að þú þarft einhvern veginn hjálp til þess að svona kortleggja það niður. Það ágætt að muna það að þú ert ekki einn eða ein. Leitaðu hjálpar og sérstaklega til þeirra sem að hafa sömu reynslu. Já, ég heiti Kolbeinn Már Guðjónsson. Ég hef fylgt bæði foreldrum mínum og mínu besta vini og eiginkonu minni gegnum krabbameinsmeðferðir og þau eru sem sagt öll látin. Viku áður en að Þórhalla lést þá var hún lögð inn á spítala vegna veikinda og verkja og það var ekkert pláss. Þurfti að senda hana heim. Það var ekki fyrir að ég lamdi í borðið og léti mig okkur heyra að þetta bara væri ekki boðlegt og þá var hún send með sjúkrabíla og bráðamóttökuna af því að var ekki pláss á dagdeildinni og svaf á bráðamóttökunni eina nótt eða 2 nætur minnum mig og síðan var hún færð til reyndar og búið til pláss en þetta einhvern veginn eitthvað sem þú vilt ekki vera hugsa pláss fyrir konuna mína af því að hún kannski að deyja. Þetta eitthvað sem þú vilt ekki þurfa að fara í gegnum. Leiðilegt að þurfa að gefa það ráð en fyrir krabbameinssjúkling þá þarftu kannski líka að hafa hugfast að leika þig veikar en þú ert svo fáið þá þjónustu sem þú þarft. Og vil ég bara líka leggja áherslu á það við þá sem að gangi í gegnum þetta, sjúklinga og aðstandendur, að vera þakklátur fyrir það sem þú hefur. Og ég ofsalega stoltur af börnunum mínum sem hafa haldið áfram í sitt líf og fjölga mannkyninu og bæta við sem menntun í öllu sem gekk á og líka bara hvet fólk til þess að horfa í kringum sig og þakka fyrir það sem hún hefur. Þú breytir öllu. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.